Halló. Má ekki bjóða ykkur að kynna ykkur? Ég heiti Börkur, Eli Guðmundsson. Ég heiti Íris. Ég heiti Freyja. Og ég heiti Fríða. Já, fyrirgefðu. Ég heiti Anna. Ok, ég ætla að spyrja hérna nokkrar spurningar. Spurningar varðandi við ostaköku. Já. Hvað var erfiðasta senan til að búa til? Erfiðasta senan til að búa til var örugglega úti á strönd þegar að við vorum að taka upp senuna sem að ég var að hósta út blóði áður en að ég dó. Út af því að það er einn þannig í áhorfendasalnum sem að skildi ekki hvað ég var að segja til ég var með munnfullan af gerviblóði og ég var að reyna að leika það út og hann skildi ekki neitt. Þannig þurfti alltaf að hrækja það úr mér, setja aftur upp mig, síðan fattar hann ekki hvað er í gangi og ég þurfti að hrækja aftur út og setja aftur inn. En þetta var mjög góður, gott gerviblóð, það bragðist eins og glassúr. Hvernig kom hugmyndin til hugs? Svona birtist til mín, svolítið svona eins og einhvers konar engill eða eitthvað þannig sko. Ég var í bókasafni einn daginn, einn góðan veðurdag og ég fekk eitthvað svaka epiphany. Síðan hugsaði ég bara, hvað ef það kemur bara goblin allt í einu og ég tekur ostaköku með mína sem ég er að borða akkurat núna. Ég var ekki samt að borða ostakökur. En þetta er svona pæling. Og þá fór ég að hugsa, byrja að skrifa þetta. Síðan var ég bara svona, já, hvað ef þú ert með berkla líka eða eitthvað þannig og hann er að deyja? Og þá var bara svona, og síðan farið þeir að skilmast og síðan bara svona, já, þetta er góð pæling. Og síðan sýndi ég hana vini mínum þetta og þeir sögðu að þetta var hræðileg hugmynd. En jokes on them, ég gerði þetta. Með þeim, þannig ég þurfti að biðja hjálp frá þeim sem þeir gerðu sem betur fer. Síðasta spurning, ertu oft soltin í ostaköku? Hvað sagðirðu, hvað var spurning? Ertu oft soltin í ostaköku? Soltin í ostaköku, ég verður að reynskilja, ég þoli ekki ostakökur. Ég bara hata allt ostakökur, ég veit ekki af hverju ég ákveð að gera ostaköku eða eitthvað þannig, ég bara hef enga hugmynd. Það var bara, já, sérstaklega ostakökurinn sem við vorum með út af einhver ástæðu þá keypti hann mandarín ostaköku og þetta var bara, og það bráðnaði inn í bílnum, síðan frosnaði það í frystikistu, síðan bráðnaði það aftur og það er ástæðan af hverju goblinin kúaðist. Þá var þetta bara orðið ógeðslegt. Það var ekki mjög gaman. Ok, næstu spurninga fyrir Dans á rósum. Já. Varstu með eitthvað inspiration fyrir myndina þína? Veit það ekki alveg. Ég vissi bara að mér langaði að gera slagsmálasennu og reyndi að gera eitthvað söguþráð í kringum það sem að komst ekki til skila. En slagsmálasennan var til. Já. Já. Tók slagsmálasennan langan tíma? Já. Við ætluðum að vera með 2 dögudaga og þeir endur að verða 5. Og það var ógeðslega kalt og greið leikonurnar hann bara í einhverjum léttum jökkum og vorum að taka upp í nóvember minni mig. Og það voru hann að veltast á götunni, það var ógeðslega kalt og bara þetta var frekar ferlegt. Og hvernig kom hugmyndin til þín? Hugmyndin kom eiginlega til mín af því að ég er sjálf búin að vera í bardagaíþróttum í 12 ár. Og þetta er náttúrulega lokaverkefnið mitt úr Borgó og ég ákvað bara að líta á lokaverkefnið sem tækifæri til að æfa mig bæði í kvikmyndatöku og lýsingu og bara sjá hvort ég gæti kóreógrafað slagsmálasennu. Og mér fannst það bara takast nokkuð vel. Ja. Fyrir From Home to Home. Hvernig var að gera þessa mynd? Skemmtilegt. Það var mjög gaman að því ég fekk þetta verkefni alveg fyrir skólann, heimildamyndin. Og ég fekk bara, já, gaman. Gaman líka að kynnast mörgum nýjum. En ég þekkti alveg 2 sem var að vinna með mér.
En eins og klipp sem var að klippa með mig, ég þekkti hann ekkert. Það er mjög gaman að kynnast. Hvernig gekk að fá foreldrana í myndina? Það gekk fyrst illa, en það þekki þá. Það var fyrst nei og þá já eftir. Hvað var skemmtilegast við gerð myndarinnar? Vá, það var erfið spurning. Ég get ekki sagt því, það var allt skemmtilega. Það er spurning fyrir Auðun. Já. Hver er hugmyndin á bakvið myndina? Við vorum í áfanga þar sem við áttum að, já, ég skal halda á hann. Við vorum í áfanga þar sem við áttum að gera eitthvað verkefni tengt matarsóun og við vorum bara eitthvað, eigum ekki bara að gera heimildamynd um það. En það var náttúrulega engin til að taka viðtal við þannig séð, þannig að við ákveðum að gera þetta svona. Hvar fundið þið allir þessar uppskattinnir? Heyrðu, við fórum í smá leiðangur niður í Gufunes sem er náttúrulega bara rétt hjá Borgarholtsskóla og þetta bara blasti við okkur og við bara, vá, þetta er ógeðslega flott. Þannig að við ákveðum bara að stilla upp kameru og þú veist, við vissum ekkert að þetta væri þarna fyrir við bara komum á staðinn með myndavélar og eitthvað. Þannig að, já, þetta var bara ógeðslega flott eitthvað og við bara ákveðum að hendi það. Svolítið run and gun. Já, run and gun vibe. Akkur var bara þessi eini hrískökupakki öfugur í hillunni? Þú veist. Þetta var bara ógeðslega listrænt og þetta var bara listræn ákvörðun og nei, þetta var bara, þú veist, ég veit það ekki, Dagmar bara snýr hann mikið við, skilur. Getið þið fengið einhverja spurningar úr sal? Já? Er bara fullt af ísskápum eitthvað stórt á götu eða hvernig? Já, þetta eru sem sagt frískápar sem eru bara út allt höfuðborgarsvæðið og þetta er sem sagt bara fólk setur mat í þessa ísskápa og fólk getur svo komið og tekið matinn sem kannski þarf mat. Og já, og það var líka svolítið partur af þessari matarsóunar hugmynd að kíkja í þessa frískápa og það var einmitt, sumir voru með engan mat og sumir voru bara fullir af mat. Þetta var bara mjög áhugavert sko, að kíkja á þetta. Það var einmitt þegar við vorum í tökunum hérna upp í Breiðholti, þá kom kona með bara 6 bala bara úr Netto þar sem hún hefði bara fengið frítt frá þeim, bara eitthvað sem þau voru að fara að henda og hún var bara að fylla á í svona hálftíma á meðan við vorum bara að setja upp og bíða eftir hún eru búin. En já, þetta er svona ótrúlega flott, þú veist, og við ákveðum líka bara einmitt að sýna þetta er líka möguleiki, þú veist, fyrir þá sem að, þú veist, eða kannski ekki efna mat, þá er þetta út allt á höfuðborgarsvæðinu og það eru Facebook-síður fyrir hvert hverfi fyrir sig, þar sem það er postað á Facebook, þú veist, hei, ég var að fylla á þennan skáp, þú veist, ef ykkur vantar eitthvað þar, þá bara kíkja það. Mjög snyggt. Einhverjar fleiri spurningar? Já, ég er hérna. Já. Bara krakka til hamingju með þetta. Þetta voru flotta myndir hjá okkur. Takk. Og hérna, ég verð að segja eitt sko, af því að ég er nú búinn að vera að kenna áfanga og hef ekki haft tækifæri til þess að skoða myndirnar nema bara örfáa fyrir hérna hátíðina og treyst alltaf nemendur sko vel í rétt og setja saman og búið til hvern pakka fyrir sig. En ég horfði á alla myndirnar núna áður heima og já, bara á litlum 24 tómum skjá og að sjá þetta á hvíta tjaldinu. Heyrið það, sjá þetta á hvíta tjaldinu. Það er bara allt annað mál og það koma miklu betur út og þess vegna er þessi hátíð til þess að leyfa okkur að sjá hvernig myndirnar taka sig út á svona stóru fleti og hérna bara frábært. En við langar að hérna aðeins af því að hún Íris situr hérna og hérna hún nefnilega vann, hvað árið var það? Var það ekki 2022? Mér myndi það eitthvað svolítið, 2022. Og þannig að hún vann fyrstu verðlaun og fór til New York, verðlaun New York Film Academy í sumarskóla. Og mér langar bara að spyrja hana aðeins af því að þetta er einhver sem fær þessi verðlaun núna, eins og alltaf. Hvernig fannst þér? Þetta var bara æðisleg upplifun og ég er ógeðslega þakklátt fyrir þetta tækifæri. Og já, ógeðslega áhugavert að læra líka kvikmyndagerð í öðru landi. Það eru alls konar reglur sem eru öðruvísi þar sem var pínu sjokk fyrir mig sko. Og hérna,
og bara ógeðslega góð kennslan líka, þú veist, ég hef sjúklega mikinn áhuga á ljósum og kvikmyndatöku og það var farið svo vel í þetta á svo stuttum tíma samt, en mér fannst ég var alltaf bara glósa, bara fullt af upplýsingum og hérna langir dagar, en það var samt geðveikt þess virði og bara ógeðslega gaman að vera í New York líka, bara New York er geggjaborg. Já. Já, flott. Takk. Já. Þegar þú vinnur aftur, Íris, það er bara aftur til New York. Ég held ég vinni nú ekki aftur, en ég veit ekki alveg hvað ég geri ef ég vinna, mér finnst það ólíklegt. Það eru tveir möguleikar, hann annarkvæmt New York eða LA. Já. Eitthvað einspurningi viðbútt? Sindri, ég sé þú ert að hugsa, sko. Já. Já, spurning fósturgöngamyndina. Það er ég. Hvað var þetta með kommunistana? Þetta var sko bara ekkert persónlegt, þetta var bara, ég veit ekki, ég reyndi einhvern veginn að flesja hann karakter út, þannig ég ákvað bara, ég skal láta hann hata kommunista á einhver ástæði. Það er ástæðan okkur hann kallaði ólétta konu og ófædda barnið hennar kommunista. Meðal annars Goblin. Já, ég veit ekki alveg hvað ég var að pæla þarna. Ég kan bara þakka ykkur fyrir og gangi ykkur vel. Takk.